Þá er komið að nóvemberleiðsögn fyrir Bowman og ég minni á að þetta er almenn leiðsögn á við fyrir suma, ekki alla. Og til gamans þá má alltaf skoða önnur merki úr stjörnukortinu sínu. Þá mæli ég sérstaklega með rísandamerkinu sínu og mánamerkinu sínu, tunglmerkinu sínu. Þau eru oft svolítið svona sterk og hafa mikil áhrif. En við skulum byrja á því að athuga hvaða Bowman ég er að lesa fyrir. Kæri Bowmaður, það er búið að vera svona svolítið að þyngja á þér hvað varðar ábyrgð þína gagnvart öðrum eða tilætlun annarra gagnvart þér. Það er allavega svolítið svona bara að þyngja þig einhverjar væntingar sem að þér finnst aðrir hafa til þín. Og mér finnst þess að þú berir svolítið heiminn á herðum þér núna, sérstaklega í nánu samböndum og þú ætti farið að hafa svolítið mikil áhrif á þig og jafnvel svona ómikið að gera, farið að valda kannski svolítið kvíða, ómargir boltar á lofti og þér finnst þess að þú sért ábyrgur eða ábyrgt fyrir ákveðnum einstaklingum og þú nærð þá kannski ekki sinna eins mikið og þú vildir gera, en mér finnst eins og þú sjáir fyrir endan á þessu og sjáir að þetta er nú alveg að takast. Þegar svo er hérna eitthvað nýtt að fara að gerast þá bráðlega. Þannig að þetta er eitthvað tímabil sem að er svona búið að vera svolítið þungt fyrir og sérstaklega hvað varðar að einhvern veginn svona hugsa að sjá aðra. En það er að klárast og þú upplifir vonandi að þú stóðst þig vel. En þá skulum aðeins kanna, fá hérna fyrir fortíðina, að þetta er nú eiginlega sama og vorum að tala. Það er einmitt þarna, þetta er svona að klárast þetta tímabil. En þetta er nefnilega þú sjálft ert búið að takast á í ýmsa hluti sem að hafa valdið því að fyrir ekki svo löngu síðan þá í rauninni varstu bara svolítið svona nýtt og berskjaldað í þessu heimi, hvort að þú hafir þurft að skilja við einhverja aðstæður eða einhver sambönd eða eitthvað munstur sem að fyrir vikið þá komst þú einhvern veginn allt í einu svona algjörlega nýtt inn í heiminn, svolítið umkomulaust. Þannig að það kannski að vera með svona mikið á herðunum er svolítið, kannski verið svona nýtt allavega þetta sem þú ert búin að takast á við núna. Og jafnvel að einmitt þetta tímabil sem við vorum að tala sem er búið að vera svolítið íþengjandi og vonandi að klárast eða bara, klárast núna nýlega eða bráðlega, að það getur líka einmitt verið að nú þegar þeirri byrði er létt og þá svona ert þú allt í einu bara svolítið týnt með það bara hvað ég að gera núna. Allt er fullt af frítíma og ekki þessi byrði og allt miklu léttara og þú eiginlega veist allir hvernig þú átt að vera eða snúa. Þannig að það er að koma, það er að minna á sig eitthvað svoleiðis, svona upplega sig svolítið berskjaldaðan og veit ekki alveg í hvort fótinn maður er að stíga. Við kíkjum aðeins á núið. Þá ertu hér núna á einhvers konar vegferð þar sem þú ert að læra eitthvað nýtt, þú ert að breyta til og þú ert að breyta munstur. Og ég er að upplifa eins og þú sért allt í einu með miklu meira rými fyrir þig en hefur áður verið. Og þú ert svolítið áttað þig á því núna þegar með allt þetta rými sem þú hefur fyrir þig, þá getur gert eitthvað með það.
Þannig að þú ert þá núna farið að kannski að þreifa fyrir að gera eitthvað með þetta og hefja stað í þína eigin vegferð, þitt eigið ferðalag. Og það er alveg heilmargt í boði og svona jafnvel og við tilkynnt alveg í hvaða áttu átt að fara, en hins vegar er ég líka áminning að fyrri reynslur þínar í lífinu hafa verið þannig að það að fara í þessa vegferð núna er léttara en ef þú hefðir ekki þessa reynslu að baki. Þú hefur farið í gegnum einhverja kafla eða tímabil með þungan bakpoka og núna það er svona mynd að birtast þar sem að þú hefur einhvern tímann verið í lífinu með mjög þunga bakpoka í fjallgöngu og núna ertu búið með það og núna ertu ekki með neitt bakpoka og ert að labba upp tröppur. Þannig að þú sér vonandi það er munur þar á milli hvað var það erfiði. Fjallgangan var töluvert erfiðari þannig að þó þú þurfur að hafa fyrir að fara inn á tröppuganga þá er það samt ekki eins og þá er það ekki eins og hafa þessi fjallganga sem þú ert búið að fara í og þú ert ekki með bakpokan lengur á herðunum. Þannig að þetta er svolítið mikil munur fyrir þig. Ég vona að skilja hvað ég er að tala um. Þetta svona kemur stundu koma myndina svolítið skringilega fyrir hjá mér. En það verða náttúrulega einhverja áskoranir og það er náttúrulega fyrst og fremst áskorun svo að þú ert rétt að byrja. Það er alveg heillangt eftir og það sem við sjáum, hérna þú ert svolítið neðst í tröpputrepunum og það er hellings eftir og við sjáum ekki eins og fyrir endinn á því og þó þú sért farið af stað þá er alveg heillangt eftir sem þú átt eftir að fara. Þannig að hvað sem það er sem þú ert að taka þig fyrir hendur að stefni í, þannig að það er ekki eitthvað sem að vera bara svona quiz bang. Þetta er að fara að vera svona stór kafli að þínu lífi og taka sem tíma. Þannig að þessi kaflaskil sem þú ert búið að vera að fara í gegnum, þau eru að klárast og þú ert að fara inn í nýjan kafla sem að, einmitt, eins og ég segi, þú ert búið að vera í fjallgöngu með þunga bakpoka, núna ert að fara upp tröppunar með ekkert á bakinu. En leiðin er löng. En það er hins vegar, finnst mér meiri líkur að þú njótir hennar þú miklu frekar núna. Bara með þekkinguna og reynsluna sem þú hefur að baki, að þá þessi kaflarstígurinn núna þá hann sé langur og þú þurfur að hafa alveg fyrir hlutunum, þá myndu njóta miklu meira. Fáum ráðleggingu. Ráðleggingin er að halda áfram að þessari ástríðu sem þú ert með, og þessu krafti, þegar það er rosalega kraftur í þér sem að fylgir líka svolítið að vera bómaður. Eina er að einhver bómur hætti til að það klára hlutina svolítið hratt og vera svolítið snöggt að öllu. Þið ætlaði bara að skjóta örum til loftið og þá að hitta beint í mark. Þannig að það er svona að vera að minna þig svolítið á að þú verður að hafa svo litla seglu í þetta þolinmæði og ekki missa þennan kraft og ekki missa þessa ástríðu sem þú fer fyrir hlutinu þó að þetta taki lengri tíma en þú gerðir grein fyrir í fyrstu. Nota þennan kraft sem þú byrði yfir. Og ef við kíkjum aðeins fram í tíman, þetta var nú ekki... Það sem er framundan hjá þér er að þú munt bráðurlega, ekki eins fljótlega og þú vildir. Ég ætla að segja það þannig, eins og ég segi. Þeir bómennir eru ekki þeir þolinmóðustu. Þeir vilja stundum að örin þjóti bara beint í mark. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður ekki eins fljótt og þú myndir vilja.
En svona nokkuð bráðlega þá munt þú fara að sjá svolítið svona skýrari mynd á hlutunum. Þú munt fara að sjá svona eins og ef þú myndir taka skref aftur og bak og sjá skýrari heildarmynd. Þetta svona þegar við erum að púsluspil að sko þegar við erum búin að búa til ramman og vinna okkur aðeins nær miðjunni að þú ferð að sjá miklu skýrara mynstur, miklu skýrara mynd. Núna myndin kannski bara mjög óskýr og þú veist ekkert í hvern fótinn þú að stíga og finnst þetta allt vera bara einhvern veginn út allt og allt einhvern veginn eins úr sikkorri sögunni, sko, sikkorri leikritinu. En það kemur að því nokkuð bráðlega að þú farir að sjá miklu skýrari heildarmynd á þessu öllu saman. Við skulum fá og auka ilsinn hér inni. Þú ætlar náttúrulega alltaf að gera allt með pomp og prakt, eins og ég segi. Náttúrulega af allra þessari ástríðu sem þú hefur, en það náttúrulega á það til, þú átt það til að brenna þig á því. Hefur örugglega brennt þig á því áður og það hefur farið svo, þér hefur örugglega hætt til að taka það svolítið mikið inn á tilfinningar þínar þegar að hlutinu fara ekki í þann veg sem að þú hafðir vonað, að þú setur svo mikla ástríðu og tilfinningu í allt sem þú gerir. Og þú, sérstaklega þegar þú ert að vinna með öðrum, þá hefur þú alltaf lagt svo mikið af mörkunum og fyrir vikið þá þegar þú færð ekki sama viðmót eða sama effort frá hinum, þá hefur það verið mjög sárt. Og hér þarfst þú svolítið að greina munum milli hvenær ert þú að ganga á sjálft þig, hvenær ertu að gera óraunhæfa kröfu á sjálft þig eða aðra, hvar eru mörkin, hvar berð þú ábyrgð á eigin tilfinningum og hvenær eru aðrir í raun að vera særandi. Þetta er svolítið skringilegt vegasalt sem það er að vinna með og þegar maður er svona ástríðu manneskja þá geta tilfinninguna verið svo ofboðslega sterkar og næmar. Hér þarft þú að sýna þolinmæði, kæri Jenna Bámaður. Þú ert að sýna svo litla þolinmæði og getur ekki alltaf gert allt með hvelli. Sumt tekur einfaldlega tíma og það heppnast ekkert alltaf allt í fyrstu tilraun. Og mundu líka, sko, þú ræður hvað þú tekur inn á tilfinningana þínar. Þú þarft að hafa stjórn og vit fyrir sjálfu þér þegar kemur eigin tilfinningum og hvað fær að hafa áhrif. Þetta er svolítið, sko, við erum sjálf ábyrg fyrir tilfinningum okkar og sársaukunum okkar. Þannig að við þurfum sjálf svolítið að ákveða hvenær tökum við hlutina þannig inn á okkur að okkur sárni. Og þetta er ekki spurning alltaf það að hinn aðilinn eða einhver annar særi mann. Auðvitað lætur maður ekki vaða yfir sig. En ef manni sárnar eitthvað sem annar segir að gera, þá er þetta þinn sársauki, þér sárnar. Og við þurfum svolítið að óna það og taka ábyrgð á því og ákveða hvað við ætlum að gera með það og hvort við ætlum að halda í það. Þannig að þú þarft svolítið að passa það líka fyrir þig að sko ákveða, og velja fyrir þig, hvað þú tekur inn á þig. Hvað fær að hafa áhrif á þig. Leyfur sjálfu þér að sárna, auðvitað. Auðvitað eru sumir sem að viljandi reyna að særa okkur, en þá er þetta líka spurning að leyfa þeim það ekki og setja það fyrir eitthvað mörk að viðkomandi fá ekki að koma svona fram. Þegar þú þarft að læra að verja þig,
setja skýr mörk bæði gagnvart sjálfu þér, sem sagt við aðra og öðrum við þig. Eins og ég sagði, það eru einhverjir sem að viljandi reyna að særa mann og þá er það spurning að sko leyfa þeim ekki komast upp með það. Að setja sjálfu þér líka það mark að sárna ekki. Að hleypa viðkomandi ekki þannig nærri þér að þér takist að sárna. Þegar við þurfum svolítið sjálf að bera ábyrgð á sársaukanum okkar, þetta er okkar eigin sársauki. Og þetta setjum við mörk og við leyfum ekki hvaða framkomu sem er og við stígum til hliðar og hleypum ekki viðkomandi að okkur ef þeir virða það ekki. En við þurfum líka að ákveða hvað við leyfum sjálfum okkur að finna og hverju við leyfum að hafa áhrif á okkur. Ég ætla að fá hérna Lightworker Oracle spil fyrir þig. 7. geisli Ritual Order og Ceremony. 7. geisli hefða, reglu og athafna. Þegar að gjöf 7. geislans kemur inn í líf þitt, þá er eitthvað nýtt að myndast, eitthvað sem mun gagnast þínum heimi. Það gæti verið aukinn áhugi á athöfnum eða göldrum eða einhvers konar heilunar meðferðum, eitthvað sem þú gerir fyrir sjálft þig, jável lærdómi. Þessi geisli hjálpar okkur að breyta orkun okkar frá lægri tíðni yfir í hærri tíðni. Þetta er andlegur hreinsunarmiðill sem hleypir að sannleika og andlegu frelsi, valdeflingu og valinu að vera séð og að finna og að endurnýja von og gleði í hjarta. Já, þannig að hér er verið að styrkja þig, það er verið að efla þig í því að þekkja betur tilfinningarnar og upplifa tilfinningarnar á nýjan hátt og ég myndi að valdefla þig með því að hreinsa og setja að mér finnst líka skýrari mörk gagnvart sjálfu þér og öðrum. Fá hérna eitt svona lítið krúttlegt íhugunarblóm og það kemur hér spilið fæðing. Og þannig að hér er eitthvað nýtt að fæðast. Eins og vorum að sjá að það eru kaflaskil búin að vera í gangi og mikla breytingar. Nýr kafli á þér er að fæðast inn í líf þitt og eins og fylgir 7. geislanum að þá fylgir honum eitthvað nýtt er að skapast inn í þinn eigin heim, þinn persónulega heim. Eitthvað nýtt er að fæðast inn í þinn persónulega heim, inn í þína tilfinningalegu hlið, inn í þína andlegu hlið. Þannig að það eru mikla nýjungar í gangi hjá þér og nýtt rými að skapast fyrir þig sem andlega og tilfinningalega veru og rými fyrir þig til að þroskast fyrir sjálf þig. Þá ætlum ég að segja þessari leið lokið. Ég vona að skilboðar til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.